Ég heiti Davíð Lúðvíksson og starfa hjá Samtökum iðnaðarins sem forstöðumaður fyrir stefnumótun og nýsköpun. Mín fyrstu kynni af stjórnvísi voru 1987, þá hét reynda félagið Gæðastjórnunarfélag Íslands og eitt af því fyrsta sem ég fékk í arf þegar ég kom til starfa hjá Félagi íslenskra iðnrekenda á þeim tíma var að fylgja eftir stofnun þessa nýstofnaða félags og það var heilmikill metnaður sem að fylgdi því verkefni sem að fóru af stað til þess að innleiða aðferðafræðina í gæðastjórnun og við vildum efla þetta félag í framhaldinu og vekja áhuga sem flestra fyrirtækja í landinu á gæðastarfi. Ég byrjaði þarna fljótlega, tók ég að mér að halda utan iðnaðarhópinn, var síðan formaður 1991, hafði þar gríðarlega öflugt og skemmtilegt fólk með mér í stjórn. Og við tókum fljótlega ákvörðun það að fara í dálítið stórt verkefni sem að endanum hét þjóðarsókn í gæðamálum. Og þetta var gríðarlega skemmtilegt verkefni því að við vorum rétt með vel á upp undir 100 atburði sem við vorum með yfir þetta ár. Út úr þessu urðu síðan verkefni sem voru kannski fyrstu vísir að íslensku gæðaverðlaunum. Þá bjuggum við til svona hvatningaverðlaun sem við kölluðum. Kannski það sem hefur síðan lifað lengst er svo íslenska ánægjuvogin sem er svona vísir af sömu hugmyndafræði. Ég hvet bara alla sem að yfir höfuð hafa einhvern áhuga á stjórnun. Fólk sem vill halda eitthvað áfram og bæta við sig að endilega taka þátt í starfinu hjá stjórnvísi. Þar færðu svo mikið sem þú í rauninni getur ekki eins og látið detta til hugar og það hefur þörf fyrir. En leið og þú heyrir það þá finnur þú þörfina og ferð að vinna með og gerir þetta í rauninni að hluta þínu daglega starfi.